Þetta er með Lárus Orri Sigurðsson, þjálfara Vesturhólskalla. Lárus, nú er Hasan að byrja. Fyrsti leikur á morgun gegn Fylki. Liðinu sem er spáð sigri í deildinni. Hvernig læst þið í okkur? Þetta leggst bara ágætlega í okkur. Það er náttúrulega bara gaman að þetta sé loksins að byrja. Og ég menna við byrjum á örugglega erfiðast útivellinum, þannig að það er bara fínt. Ef við svona áður förum meira inn í þann leik, ef við svona skoðum bara liðið okkar. Þegar maður tekur þetta saman, þá reykum maður strax augun í það, þó að við höfum vitað svo sem fyrir að það eru ábyggilega ekki mörg lið sem að tefla fram bara eingöngu íslensku leikmönnum. Nei, ég veit ekki alveg hvernig það er. Ég held náttúrulega þess að Fylki sem enga, en nei, það er örugglega sjaldgæft. Og hreinlega allir sem eru hérðan. Já, og ég held að sé nánast allir hérna frá Eyjafjarðarsvæðinu. Nánast held að sé einu undantekning á því. Einu eða tvær. Þannig að þetta er bara það sem við erum að reyna að gera. Við erum með svona, ég myndi segja þrískiptan hóp. Við erum með eldri leikmenn sem eru svona komnir á seinni hlutann á ferlinum og mjög reynslumiklir, og svo erum við með strákar sem eru hluta þessum kjarnan sem er búið að vera hérna síðustu 10 árin. Og svo eru núna að koma inn mjög spennandi ungi strákar. Þannig þetta er skemmtileg blanda. Það er eins og segir, það er náttúrulega þeir hérna Orri Hjaltalín og Sveinn Elías og Ármann Pétur sem eru svona, Orri er náttúrulega afinn í liðinu. Þetta eru menn sem eru með frá 250 upp í 320-30 leiki. Svo er þarna 3-4 leikmenn sem að hreinlega ef þeir koma sér í liði í sumar, þá fara náðu 200 leikjamarkinu sem sumar. Þannig að þetta eru reynslu bolta þrátt fyrir ungan aldur margir hverjir. Já, þetta var hann í kringum 2006-2007 sem þeir voru komin fyrst. Þannig að, jú, og svo gleymur náttúrulega einu sem með eitthvað 50 landsleiki og einhverju 100 leikja sem er jafnaldri hans Orra. Þannig við erum með, eins og segi, held ég, fína blöndu og þetta er bara spennandi og bara gaman að móti sér að byrja. Já, ég bið Kristján alveg innlega afsökunar, hann náttúrulega, þannig að þetta er rosalega reynsla. Já, eins og segi, þetta er hugmyndin, sko, það er að nota þennan kjarna sem hefur verið öll þessi ár og eldri enn reyndari leikmenn í það að koma ungu leikmennum á kopp. Þannig að við þurfum að huga framtíðinni, það þurfa að koma nýju leikmenn inn og við þurfum stöðugt að fá leikmenn upp úr yngri flokkunum og við viljum ekki lenda í þeirri stöðu sem við lendum í hennum árið að við vorum með ekkert af eldri leikmennum, ungu leikmennum þurftu bara að axla ábyrgðina einir og sér, þannig við verðum að halda þessu gangandi. Þetta er náttúrulega gríðarlega notalegt og gott fyrir þessa ungu stráka að hafa einmitt þessa reynslu bolta þarna uppi til þess að læra af og stjórna, verðundi þeirra stjórna inn á vellinum. Já, það er það, sko, þó að ef maður hugsaði tilbaka þegar maður var ungur og þessum aldri þá kann maður sigra heiminn eitt síðslið, sko, ef maður þóttist geta allavega, en jú, sjálfsögðu er það nauðsynlegt fyrir að hafa eldri og reyndari leikmenn til þess að hjálpa sér og stýra og svo ef ég segi eldri þeir eru að nota þessu ungu til þess að hlaupa og gera skítaverkin fyrir sig, þannig að þetta á að virka í báðar áttir. Orri, spólum aðeins tilbaka bara svona undirbúningstímabili svona heilt yfir eftir sáttur við hvernig það hefur gengið liðsins. Þið voru frábæri hérna í kjarnanfæðamótinu, Lengjubikarinn, það er svo sem ekki tætt kvartur, svo þarna fengu rosalega margir ungi strákar að spretta sig og stóðu sig vel. Jú, þetta er bara svona heilt yfir búið að ganga bara ágætlega, sko. Ég held að svona lágpuntanir eru meiðslin hjá Inga og manni með í svona rétt fyrir mót, það eru svona lágpuntanir. Hæðin er náttúrulega hvernig við klárum kjarnanfæðamótið og hvað ungu strákarnir hafa standað sér vel. Þannig að strákarnir eru búin að vera gríðarlega duglegir að æfa, við erum búin að vera duglegir að lyfta upp í KFA undir Leysögn Tryggva, þannig að þetta er gengið vel og menn eru búin að taka á því og ég held að séu líka allir fegnir þetta sé að byrja. Ertu búin að setja markmið fyrir sumari? Okkur er spáð 4. sæti. Hvert er markmiðið? Sko, einhvern veginn sagði hann að markmiðið hlýtur alltaf að vera að ná 2 stigum í leik. Því að ef þú tekur meira en 2 stig í leik, þá ferðu upp. Og ég held að það séu örugglega einhver 6-8 lið í deildinni sem hljóta stefna því markmiði. Þetta er jöfn deild en það gæti alveg farið svo 1, vonandi ekki 2, allavega 1 lið stingið aðeins af. Það eru náttúrulega lið þannig
í deildinni eins og Fylkir sem er alveg tróðfullt af úrvalsdeildarleikmönnum, svo erum við Keflavík sem voru með flott lið í fyrra og eru búin að bæta við sig alveg hörkuleikmönnum, svo erum við Þrótt sem ekki gert neitt annað heldur en að kaupa í allan vetur. Þannig að Selfoss er mjög áhugavert. Það verður gaman að sjá hvað Ási gerir við Fram. Nú er Ási á öðru ári með Framarana, hann er búinn að vera að taka til hann og Jói Kalli með HK. Þannig að þetta er Haukarnir, það er alveg hellingar liðum hann og þetta verður bara mjög spennandi og ég vonast til þess að þetta verði spennandi og jöfn deild. Þannig að eins og þú leggur upp þá hreinlega gæti þetta orðið bara þéttur og skemmtilegur pakki þarna í efri hlutanum kannski. Já, ég vona það. Ég vona það og vona að við verðum í baráttunni þar og það er náttúrulega stefnan okkar eins og ég segi, eins og örugglega hjá einhverjum 6-8 liðum í deildinni. Sem sé Fylkir, það er fyrsti leikurinn á morgun, útileikur í Árbænum, þannig að þið vitið að þar er verið að ráðast á þann veg hvað hæstan. Já, ég segi, við erum að fara að spila bara við úrvalsdeildarlið, maður náttúrulega fylgdist með úrvalsdeildinni í fyrra og þetta var alveg stórfurðulegt að fylgjast með hvernig það fór allt saman í Fylki. Það var eins og það legðist alltaf á eitt það að þeir færu bara niður. Þannig að Fylkir er stór og mikill og flottur klúbbur. En menn fara ekkert í það verkefni með öðru hugafæri heldur en að ná í eins mjög stig eins og hægt er þar? 3. Gangi ykkur vel. Takk.